Komið sæl, Anna Helga heiti ég og í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir strjála líkindadreifingar hluti 2 og við erum í kaflanum líkindafræðileg undirstaða í bókinni Tölfræði frá grunni. En í þessum hluta er fjallað Poisson-dreifinguna. En Poisson-dreifingin er strjál líkindadreifing og við höfum nú þegar kynnst einni strjálli líkindadreifingu, tvíkostadreifingunni. Það er svolítill munur hvenar er við hæfi eða viðeigandi að nota tvíkostadreifinguna og Poisson-dreifinguna og við ætlum að fara svolítið í það hér. En Poisson-dreifingin er oft notuð til að lýsa fjölda slembinna fyrirbæra sem eiga sér stað á ákveðina einingu og mögulegar útkomur hafa yngri en efri mörk. Jú, hvað þýðir það? Aftur hér erum við að telja, við getum talað einhverjar ákveðnar útkomur sem eiga sér stað á einhverju bili. Þetta getur verið tímabil, þetta getur verið svæði eða jafnvel á að bilið okkar sé einhver hlutur. Dæmigert væri þarna að telja fjölda bíla á klukkustund við einhver gatnamót. Þá erum við að telja fjöldina slembinna fyrirbæra, það eru fjöldi bíla á einingu á klukkustund. Við getum verið með fjöldi stafsetninga vitna á glæru. Þá erum við aftur með einhvern fjölda per einhverja einingu og einingin er glæra. Mögulegar útkomur hafa engin efri mörk. Þegar við erum að vinna með tvíkostadreifinguna þá er fjöldi mögulegra jákvæðra útkoma hafa einhvern efri mörk. Ég framkvæm einhverja tilraun svo oft og við notum litla n til að tákna hversu oft við framkvæmum tilraunina. Fjöldi jákvæðra útkoma getur ekki orðið hærra heldur en litla n. En þegar í svona fyrirbærin sem við erum að lýsa með Poisson-dreifingunni þá er engin efri mörk. Og þetta getur við nota til þess að greina á milli. Við höfum fjölda á einingu og engin efri mörk. Svo hér fjöldi símtala á mínútu, fjöldi hreindýra á ferkilometra, fjöldi innsláttarvillna á blaðsíðu. Allt fjöldi per einingu. Allt í góðu. Poisson-dreifingin, tvíkostadreifingin hefur 2 stika, litla n og litla p. Poisson-dreifingin hefur aðeins 1 stika og við köllum þennan stika lambda. Þetta er gríski bókstafurinn lambda. Ef slembistarinn x fylgir Poisson-dreifingu með stikan lambda má finna líkurnar á að slembistarinn x taki eitthvert gildi k er bara einhver tala, með massafalli Poisson-dreifingarinnar. Og aftur munum massafall er fall sem gefur okkur líkurnar á því að slembistærðin taki eitthvert ákveðið gildi sem er í útkomu mengi slembistærðarinnar. Þannig að hér er k er bara einhver tala frá 0 og aftur hér er ekkert efra mark. Og til að reikna líkurnar á því að slembistærðin x taki gildi sem er jafnt og k þá erum við hérna með í veldinu mínus lambda, þar sem lambda er stikin í dreifingunni. Lambda er einmitt væntigildi slembistærðarinnar, það er raunverulegt miðaltal hennar sem lýsir hvað við væntum að margar jákvæðar útkomur eigi sér stað á miðaltali á hverra einingu. Þannig að þetta er stikin sem við myndum fá uppgefið, þetta væri bara einhver tala. Í veldinu mínus lambda, svo við lambda hér í veldinu k er talan hérna sem við erum að reikna líkurnar að x sé jafnt og k, deilt með k hrópmert. Og k hrópmert aftur sem dæmi 4 hrópmert er 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1. Útkomumengið er sem sagt, þið sjá það er opið hérna að ofan, 0, 1, 2 og upp. Jæja, við getum sem sagt nota massafall Poisson-dreifingarinnar til að reikna líkurnar á að slembistærðin taki eitt ákveðið gildi. Ef við höfum oft áhuga að reikna líkurnar á að slembistærðin liggja á einhverju bili eða sé minni eða eitthvað gildi eða stærri en eitthvað gildi
og aftur við getum reiknað alla þessar líkur með massafallinu og nota svo reiknireglurnar sem við sáum á glæri 23. Hér langar mig nú að benda samt á að bosondreifingin hefur ekkert efra mark. Þannig að þegar við ætlum að reikna líkur á þessu formi hér að slembistærðin x taki gildi sem stærri eða jafnt og k, þá þurfum við að snúa líkunum við. Og ég ætla að leyfa mér að bruna hérna blaðsíðu á glæri 23. Ef við ættum sem sagt við höfum slembistærðina x sem fylgir bosondreifingu, reikna líkurnar á að x taki gildi sem stærri en k eða stærri eða jafnt og k, þá þurfum að nota þessar jöfnur hérna og snúa líkunum við, af því að við höfum ekkert endanlegt efra mark. Segjum sem svo að k sé bara 4, líkurnar á x stærri eða jafnt og 4, þá þurftum við að reikna líkurnar á hún taki gildi 4, 5, 6, 7, 8 og við höfum ekkert efra mark svo við vitum ekki hvar við eigum að stoppa. Þannig að við þurftum að snúa þessu við og reikna líkurnar á því að þessar líkur hér 1 mínus líkurnar á því x sé minna en k sem 8 eða hvaða tala það nú svo er.